Seðlabankinn var að tilkynna núna áðan það að þau ætli að halda stýrivöxtum óbreyttum í 7,25%, sem ég held að við séum öll sammála að eru ægilega háir og leiðinlegir vextir. En hvers vegna? Af hverju ákváðu þau þetta? Nú, vaxtahækkun hafði jafnvel verið spáð og greiningaraðilar voru annaðhvort að spá óbreyttum vöxtum eða vaxtahækkunum en ekki lækkun. Hvers vegna ekki? Já, vegna þess að verðbólgan hefur verið til mikilla vandræða núna rétt upp á síðkastið. Við fengum mjög leiðinlega verðbólgumælingu daginn og líka í síðasta mánuði. En af hverju hækkuðu þá ekki vexti? Af hverju halda þau vöxtunum óbreyttum? Já, það er vegna þess að það er tvennt að vega þarna á móti þessari leiðilegu verðbólgu. Og annað er það að þau eru ekki að líta á þessa verðbólguaukningu sem svo að hún sé að fara að breyta langtímavæntingum varðandi verðbólguna. Það er að segja að þetta voru til dæmis bara geysilegar áframhaldandi skattahækkanir frá ríkinu og þau eru ekki að reikna með að það komi til með að endurtaka sig. Þau eru að reyna að spá fyrir framtíðina og þetta breytir ekki þeirra væntingum. En hitt er það að Seðlabankinn var að birta nýja hagspá. Það er að segja spá það hvert hagkerfið okkar er að stefna. Og sú spá þetta er bara ljómandi fínt rit en það er svolítið niðurdrepandi lesning. Það lítur ekkert ægilega vel út hérna á næstu misserum. Og vöxtum hjá Seðlabankanum er beitt sem, kannski ákveðna einföldun, sem bensíngjöf eða bremsu á hagkerfið. Og ef þú hækkar vexti eða heldur þeim mjög háum þá ertu í rauninni að bremsa hagkerfið. Og þegar þau horfa á sína hagspá þá hugsa þau við þurfum kannski ekki að bremsa það ennþá meira með því að hækka vexti. Þannig að þau sögðu núna í þetta skipti ætlum við að halda vöxtum óbreyttum. En það var mjög áhugavert að heyra hvernig þau töluðu. Og þau voru mjög skýr á því að þau hafa verulegar áhyggjur af launum á Íslandi og ef til dæmis kjarasamningar losna og sami verður meiri launahækkanir en þegar hefur verið gert, að þá muni þau hækka vexti. Og þannig að það er ekkert loku fyrir það skotið að vextir muni eitthvað áfram hækka. En hvað þýðir þetta fyrir okkur sem erum bara að reka okkar heimili á Íslandi? Já, þetta þýðir að eins og áður er rándýrt að skulda og við eigum ekki að gera ráð fyrir því okkar plönum varðandi næstu mánuði og misseri að vextir sé eitthvað að verða betri. Við eigum ekki að gefa okkur það að við munum geta endurfjármagna húsnæðislánið okkar á betri kjörum en við erum með núna. Og þá þýðir það auðvitað að við reynum bara að gera það besta úr þeim skuldum sem við erum með, að minnsta kosti að fara yfir þetta og sjá hvort það sé að gera eitthvað örlítið betur. Og síðan er bara mikilvægt að líta í hverja krónu, að fara eins yfir okkar útgjöld og sjá hvort að það sé kannski eitthvað sem mætti hnika til og laga og hreinsa til þannig að við getum búið til örlítið meira svigrúm. Af því að þegar við erum í kannski ekki beint ólgusjó en svona leiðinda veðri eins og við erum núna, þá reynir á svigrúm í heimilisbókhaldinu okkar. Það er það sem er svo mikilvægt, að við getum tekist á við þessar sveiflur og það sé peningur til, svo við þurfum ekki að vera að redda okkur með einhverja rándýrum greiðsludreifingum eða yfirdrætti. Þannig að við förum núna í vinnuna eða skólann eða hvað það er og með svona óbræði munni en samt við bara þurfum að taka ábyrgð á okkar heimilisfjármálum sjálf, gerum það besta úr þeim en við eigum ekki að veðja á vaxtalækkanir vegna þess að það virðist vera svolítið langt í næstu lækkanir, því miður.